Birgir Björn Magnússon, Íslandsmeistari í holukeppni. Þetta er einn af þessum tveimur stóru. Þetta er náttúrulega eitthvað sem menn vilja vinna. Heldur betur, fyrsti minn, þannig að ég er mjög ánægður. Og hvernig var spilamennskan? Já, tökum bara úrslitaleikinn. Herðu? Þú byrjaði vel? Já, þetta var upp og niður. Ég byrjaði alveg hrikalega vel. Og setti bara beint í 7. gír. Var komið 3 upp og var að leika mjög gott golf. Og síðan bara lendi ég í smá svona óheppni, bakslag, tek það svolítið inn á mig, missi algjörlega taktinn og fæ 5 skolla á 6 holum og þurfti svolítið að bara virkilega hugsa minn gang og reyna að hugsa jákvætt og finna sjálfstraustið, hugsa öll góðu höggin sem ég hef slegið og allar æfingarnar og það svona, maður kom sér aftur á réttu brautina og náði síðan 2 fuglum þarna á síðustu 2 og fugl í bráðabannanum til að klára dæmið. Þannig að þetta var þvílíkur rússíbani og sem endaði bara mjög vel. En svo farið þið yfir á fyrstu og takið auka holu. Þið eru jafnir eftir 18. Þú og Guðmundur Ágúst. Þú átti feikna mikið högg. Boltinn rúllaði bara rétt fram hjá holurið sem þú náttúrulega sást ekki á teig. Já, þetta er góð hola. Þessi fyrsta hola eins og hún er í dag. Við náum inn á hana þegar það er svona léttur meðvindur eins og var. En það er vindur frá vinstri, boltinn mun alltaf skoppa til vinstri, pinninn er aftast hægra megin, það er hart grínið, vilt ekki missa hann hægri eða vinstri, þannig þetta er birdie hola en samt þetta koma sér í vandræði og ég hitti einhvern veginn akkurat á línuna fyrir hann til að rúlla þarna inn á, beint yfir grínið og átti svona frekar einfalt vipp tilbaka, þannig að það var bara mjög heppilegt að ná fugli þar fyrir sigrinum. Varstu smá spenntur á það? Já, spenntur og stressaður og allt þar á milli. Það er erfitt að vera rólegur við þessar aðstæður en ég reyndi að róa mig eins og ég gat til að geta náð þessu upp og niður til að klára þetta. Hvernig var svona spilamennskan í mótinu í heild? Þú varst í hörku viðureign við Veigar Heiðarsson í undanúrslitum. Já. Og það var kannski svona hinn erfiði leikurinn í mótinu hjá þér? Já, maður náttúrulega var kominn í undanúrslit og það byrjaði í morgun og maður vissi að það yrði bara barátta í gegn. Hann spilar náttúrulega bara mjög vel og það var hörku barátta. Ég næ þar líka að klára mjög vel á 2 fuglum til þess að klára þann leik. Þannig að það var bara mjög gott og búið að vera langur, erfiður dagur, krefjandi en endaði vel. Hvernig finnst þér að spila holukeppni? Þetta er náttúrulega allt annað, eins og maður segir, þetta er allt annað leikur heldur en höggleikur. Þetta er allt annað og ég fann svolítið taktinn í holukeppninni. Ég hef ekki verið að standa mig nógu vel í holukeppni síðustu ár, þótt ég gerði það alltaf yngri. Er aðeins, eins og ég eyði miklum tíma með honum Axeli Bóasyni sem hefur unnið þetta mót nokkrum sinnum og fékk nokkur ráð varðandi að geta lesið ákveðnar aðstæður þegar að mótherinn er búinn að gera ákveðna hluti til að halda pressuna á ákveðnum momentum. Þannig að það hjálpaði mjög mikið að geta spilað holukeppnina aðeins öðruvísi en höggleikinn. Síðust ár hef ég bara gert þetta alltaf sama en ég breytti gjörsamlega aðferð eftir höggleikinn og það skilaði sér bara mjög vel í mótinu. Geturðu lýst í stuttu máli? Bara höggleik þá breytist aldrei leikplanið. Maður er bara að fylgja sínu alveg í gegn. Það er alveg sama hver er að slá hvaða högg. Á meðan í holukeppni er ég mjög mikið að fylgjast með hvar boltinn hjá hinum er og hvar ég vil þá skilja mig eftir til að gefa mér sem bestan leik til að vinna holuna. Hvernig þú er ekki verið í mörgum mótum í sumar, þú ert náttúrulega í fullu starfi hjá Keili sem íþróttastjóri eða? Já, þannig að það er rétt. Ég spilaði í fyrsta mótinu, Reykjanesbikarnum, sem var náttúrulega bara frábært mót og maður vill alltaf taka þátt í þessu. Þetta er svo ótrúlega gaman að keppa í golfi og vel haldið þetta á Íslandi en ég tók síðan bara frí næstu 2 mót, ég var að vinna og fylgjast með krökkunum mínum í Keili og ég var að því svo sem líka á 5-daginn og hefði átt að vera föstudag og laugardag en ég tók Íslandsmótið en þetta er svona, maður reyna að púsla dagskráni saman. Ég næ að keppa núna og ég næ síðan Íslandsmótinu í höggleik, missa af Hvaleyrabikar og Lexusbikarnum en ég er bara með mikilvægari hluti að sinna þegar kemur að unglingastarfinu í Keili.
Hvernig finnst þér talandi ungmennin í dag? Er framtíðin björt í íslensku golfi? Ekkert smá björt. Það bara þvílíkur stígandi sem í íslensku golfi og rosalega gott dæmi það bara hann Gunnlaugur okkar. Þegar maður spilaði á opna bandaríska og náttúrulega allt sem hann afreka sýnir það mjög vel. En líka bara þegar maður horfir á bara allar golf 14 og unglingamótaröðina. Þetta bara allt annað gæða á golfi sem við erum að sjá og dýptin miklu meiri. Við erum með miklu fleiri góða spilara heldur en áður fyrr. Þannig að það allt bara á mjög góðri leið í þessu íslenska golfi. Hvernig var að spila á Hólmsvelli í Leiru? Þetta náttúrulega, mér finnst þetta alltaf mjög skemmtilegur völlur og hann var mjög skemmtilegur akkurat fyrir holukeppni og bara fyrir svona alvöru golfmót. Það var hægt að fá mikið af fuglum eins og oft hægt þegar maður slær góð högg, en hann líka að refsa mjög mikið. Það vindur. Við erum með hörð grín og hröð, þannig að boltinn að rúlla mikið og skoppa. Það hátt, þungt röff í kringu grínið sem svolítið klístrað og getur verið erfitt að vippa út úr. Þannig að maður getur náð fullt af fuglum ef maður spila vel, en hann refsar leið að maður ekki að gera réttu hlutina sem nákvæmlega eins og maður vill hafa keppnisgólf. En bara allt í toppstandi sama með umgjörðina í mótinu. Þeir loka vellinum á meðan Íslandsmótið haldið, bara algjörlega til fyrirmyndar og maður bara alveg í einhverju búblu að spila Íslandsmótið sem alltaf mjög flott, þannig að þeir eiga bara stórt hrós skilið. Glæsilegt, til hamingju. Takk. Þá það Íslandsmeistarinn okkar í holukeppni karla 2026. Hann vann þetta á 19. holu og það Birgir Björn Magnússon úr Golfklúbbnum Reykjavík.